Komið í sæl, Björn Ívar Skákennari hér. Í þessu myndbandi ætlum við að skoða riddarana. Og riddararnir eru ansi merkileg fyrirbæri. Þeir eru í stigakerfi talkmannanna 3 stig og þeir geta yfirleitt verið mjög lúmskir á skákborðinu. Þeir eru ólíkir flestum öðrum talkmannum að því leyti að gangur þeirra er mjög undarlegur. Þeir ganga svona í hálfgjört L. Þeir ganga 2 riti áfram og 1 til hliðar og í allar áttir. Þannig að í þessari stöðu getur þessi riddari farið á þessu 2 riti hér. Hann gæti líka í rauninni farið á þennan eitt hérna en peðið þið bara fyrir. Við ætlum að skoða einu stöðu, þannig ég geti sýnt ykkur nákvæmlega hvað riddarinn getur farið á marga riti. Hér erum við stöðu fyrir framan okkur og það er bara 2 kóngarinn á borðinu og 1 riddari. Ég tók bara alla mennin út af til þess að geta útskýrt þetta betur fyrir ykkur. Þannig að ég var búinn að segja ykkur að riddarinn getur farið 2 riti áfram og 1 til hliðar í allar áttir. Og núna langar mig að merkja inn á borðið alla reitina sem riddarinn fer á og þú kannski meðan þú ert að fylgjast með myndbandinu gerir það í huganum í leiðinni. Riddarinn kemst í þessari stöðu á F7 reitin, þannig hér. Hann kemst líka á G6 reitin. Hann kemst líka á G4 og F3, 2 áfram, 1 til hliðar. Hann kemst líka á D3 og C4 og C6 og D7 og nú sjáum við dálítið skemmtilegt munstur. Þetta er svona hálfgerður hringur í kringu riddarann. Þetta er allir reitin sem hann kemst á. Þeir eru 8 talsins. Ef að riddarinn hins vegar út á kanti borðsins, út á enda hérna, þá kemst hann ekki á eins marga riti. Þannig að það er yfirleitt best að hafa riddarann einhvers staðar á miðborðinu, miðsvæðis á talborðinu, þá kemst hann á mjög marga riti. Við ætlum að skoða annað dæmi riddarann. Hér erum við dálítið merkilega stöðu og ég stilti þessari stöðu bara sérstaklega upp til þess að sýna ykkur einna helstu kostum riddarans. Og hann er sá að riddarinn hann getur hoppað yfir aðra menn. Hann getur bæði hoppað yfir menn af sama leit og hann er sjálfur. Hvítur riddari getur hoppað yfir hvíta menn. Hann getur líka hoppað yfir svarta menn. Og í þessari stöðu er riddarinn umkringdur af svörtum mönnum. Og flestir eru þau nú á hótunum bara beint. Hóta langt flestir að drepa hann. Og lítur ekkert vel út fyrir hann hvert hann á að fara. En riddarinn munið, hann getur hoppað yfir aðra menn, þannig að hann getur farið á alla þessa reiti hérna í kringum svörtu mennina. Og hvaða reitur ætli sé bestu fyrir riddarann? Já, hann getur til dæmis farið á þennan rit hér, þá segir hann skáka svarta kónginn hérna, til dæmis. En þetta sýnir hvað riddarinn getur verið mjög sniðugur. Þetta var bara svona til þess að útskýra þetta gróflega fyrir ykkur. Þarna lærðum við hellingu riddarann. Takk fyrir.